nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Almáttugur eilífur Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, lít í náð til vor og heyr bænir vorar, vér í sorg og söknuði áköllum þig, og hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs. Fyrir hinn krossfesta og upprisna son þinn Jesú Krist, Drottinn vorn og frelsara, vér biðjum í nafni hans. Amen. Guð hjálpráð vort, Guð oss hjálpræðis Guð og Drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær,
þegar hann liðinn, já eins og nætur vaka, kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Heyrum heilagt Guðspjall hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Galileu. Þar munu þér sjá hann, eins og hann sagði yður. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Og sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í einu bréfa sinna, bréfinu til Filippímanna, skrifar Páll postuli svo: Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkum neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Við þekkjum öll hversu gott og indælt það er að vera meðal þeirra sem eru glaðir og einnig hversu notanlegt það er að vera í návist þeirra sem eiga ljúfa lund, jákvæðni og eru alltaf tilbúnir að koma til aðstoðar og hjálpar þegar á þarf að halda. Það er alltaf tilhlökkunarefni þegar von er á að við munum heimsækja eða hitta fyrir slíka mannesku. Já, að sönnu veitir það ró og öryggi þegar við hittum slíkt gæða fólk sem einkennist af ljúflyndi, elsku, staðfestu og styrk. Þegar við hugsum lífið og tilgang þess og spyrjum okkur sjálf hvað mikilvægast sé af öllu, þá geta komið ýmis svör upp í hugann. En eftir því sem við gefum okkur meiri tíma til slíkrar íhugunar, þá finnum við fljótt að mestu verðmæti lífsins liggja hvorki í peningum né völdum. Við sjáum og komumst að því að gleði, væntum þykja, ljúflyndi, hjálpsemi við náungan og ekki síst kærleikurinn eru þær eigindir sem gefa lífinu gildi og skapa því tilgang. Og sé þetta byggt á trú og trausti, þá verður til festa sem öllum er nauðsynleg í lífinu. Því er vel hægt að taka undir þessi hvatningar orð postulans þegar við minnumst Aðalsteins Dalmanns Ottossonar sem hér er kvaddur, þá koma þessi orð upp í hugann. Hann var sannarlega ljúflyndur maður og kærleik hann fundu ástvinir hans, ættingjar, vinir og kunningjar auðveldlega í návist hans. Aðalsteinn Dalmann Ottosson eða Dalli, eins og hann var alltaf kallaður, fæddist á Akranesi þann 27. febrúar árið 1930. Yngri sonur þeirra hjóna Ottós Guðmundar Guðmundssonar og Ástrósar Þorsteinsdóttur. Eldri sonur þeirra og albróðir Aðalsteins var Guðmundur Kristján og áttu þeir 2 hálfsystur sammæðra, Þorbjörgu og Ingibjörgu, Ingólfsdætur. Öll eru þau systkin nú látin, blessuð sé minning þeirra. Aðalsteinn ólst upp við gott og ástríkt atlæti fyrstu árin á Akranesi í húsi sem hét Lykkja og átti hann þaðan hlýjar, góðar og ljúfar minningar. Ottó faðir hans var verkamaður, áður hafði verið bóndi og vinnumaður í Borgarnesi. Hann lést
á Akranesi aldur fram. Stóð þá Ástrós ein eftir með 4 börn sín og varð að vinna úti til þess að sjá fjölskyldunni farborða. Hún fékk vinnu við saltfiskverkun á stakkstæðum en það var erfið og þung vinna. Aðalsteinn mundi vel eftir vinnuferðum með henni á stakkstæðin að hjálpa til. Þrátt fyrir þessar aðstæður sem auk þess voru á kreppuárunum mundi Dalli aldrei eftir fátækt á Akranesi og yfir minningum hans frá þessum tíma var birta, hlýja og gleði. Fjölskyldur voru á þessum tíma mun barnfleiri en nú og fjöldi barna á Skaganum, mikið fjör, allir að leika sér allstaðar. Þegar Dalli var aðeins 4 ára var hann næstum því drukknaður. Hann var að leika sér ásamt nokkrum leikfélögum á Langasandi þegar stór alda hreif hann með sér. Hann sagði frá því síðar að þegar hann var í sjónum hefði hann hugsað að hann mætti ekki gera mömmu sinni það að drukkna. Þannig hugsaði hann. Hinir drengirnir urðu þess áskynja að hann vantaði og einn þeirra sagði: "Hvar er Dalli?" Hljóp svo úti og náði honum upp og bjargaði. Önnur sterk minning frá Akranesárunum lifði í huga hans líka. Hann fór til kirkju með ömmu sinni og eftir að heim var komið þá varð hann svo uppnuminn að hann hermdi eftir atferli prestsins, flutti predikun og tónaði og stóð í stofunni heima hjá honum og ætlaði sér svo í kjölfarið að verða prestur. Fyrstu 2 ár skólaskyldu sinnar var hann í barnaskólanum á Akranesi. Þar eignaðist hann góða leikfélaga og vini sem margir hverjir urðu landskunnir knattspyrnumenn. En þegar hann var 8 ára flutti móðirinn með börnin til Reykjavíkur og bjuggu þau meðal annars á Vesturgötunni og Skólastræti. Viðbrigðin voru mikil fyrir Dalla og hann saknaði í fyrstu allra góðu leikfélagana og vinana sem hann hafði eignast á Akranesi. Í Reykjavík gekk hann í miðbæjarskólan og lauk þar barnaskólaprófið. Námið sóttist honum vel og þegar í æsku kom í ljós að hann var skarpgreindur og hart var lagt á móður hans að hann gengi menntaveginn en aðstæður þeirra tíma leyfðu það ekki. Á sumrum æsku ára sinna fór hann í sveit að Miðdölum í Dalasýslu. Þar kynntist hann búskaparháttum sem stundaðir höfðu verið hér á landi allt frá öndverðu, en voru á þessum tíma að renna sitt skeið. Slegið var með orfi og ljá, borið á völlinn á vorin, taðið þurrkað og brennt og reykt við reykinn og notaði eldi við, stungið út úr fjárhúsunum, allt með handafli. Dalli sagði að þessu hefði hann ekki viljað missa af undir neinum kringumstæðum. Eftir ferminguna í Fríkirkjunni í Reykjavík árið 1943 tók svo lífsbaráttan einfaldlega við. Hann var nýkominn í fullorðinna manna tölu, fékk fyrst vinnu hjá matardeild Sláturfélags Suðurlands, þar sem hann hafði meðal annars þann starfa að fara með mat heim til fólks, sem sumt hvert var landsþekkt og má þar meðal annars nefna listmálarann góða Jóhannes Kjarval. Síðar fór Aðalsteinn á ráðningarskrifstofu Reykjavíkurborgar og fékk hann vinnu við veitingasölu hjá Sigurjóni á Álafossi, þar sem hann steikti meðal annars egg og beikon handa amerískum hermönnum sóttu vel staðinn. Margir þeirra urðu góðir vinir hans, en þeir voru að búa sig undir innrás bandamanna í Normandí
og margir þeirra fórust í þeim hildarleik. Hafði þetta nokkur áhrif á Dalla. Sigurjón á Álafossi greiddi honum 80 krónur á mánuði fyrir þessa vinnu og þótti það nokkuð hátt kaup fyrir 13 ára ungling á þessum árum. En Aðalsteinn sagði við Sigurjón að best væri að mammans fengi launin sín beint og af því var Sigurjón ákaflega hrifinn og fyrir vikið lét hann sauma nýjan alklæðnað á Dalla. Hjá Sigurjóni var hann í 1 ár og eftir það fékkst hann við ýmis verkamannastörf, til dæmis á Eyrinni, en mikil vinna var þar undir lok stríðsins við fermingu og affermingu skipa, því talsverð skipaumferð var Reykjavíkurhöfn á þessum árum. Honum gekk yfirleitt vel að fá vinnu á höfninni á Eyrinni, enda stór og sterkur eftir aldri, samviskusamur og duglegur í vinnu. Síðar fór hann á sjóinn og var á síldarbáti, var til dæmis á sjó þegar Hvalfjarðarsíldin kom og Hvalfjörðurinn fylltist af síld. Eitt sinn gerðist það að þeir fylltu bátinn rétt komnir út fyrir hafnarmynnið í Reykjavík og var það honum minnisstætt og ekki síður það að það var viku löndunarbið og á endanum var það sturta síldinni á Framvöllin sem þá var neðan við stýrimannaskólann. Sumarið 1946 vann hann við byggingaframkvæmdir í Borgarfirði og einnig á Akranesi. Haustið sama ár hugðist hann hefja flugnám og var staðráðinn í því að verða flugmaður, en meðfæddur sjóngalli kom í ljós og það var til þess að hann þurfti að hætta náminu og urðu það honum mikil vonbrigði. Í kjölfarið fór hann að vinna hjá SO í Skerjafirði við olíuafgreiðslu og akstur olíubíla, en á þeim árum voru mörg hús í Reykjavík kynnt með olíu og því talsvert mikil vinna og erilsamt starf. Við þetta vann hann í 10 ár, en árið 1958 fékk hann vinnu í hlaðdeild Flugfélags Íslands sem hann gladdist yfir að fá, því hann hafði alltaf langað að vinna í kringum flugið. 2 árum síðar var hann orðinn verkstjóri og starfaði við það allt þar til hann hætti og fór á eftirlaun árið 2000. Dalli starfaði á Reykjavíkurflugvelli í 5 áratugi og upplifði miklar og örar breytingar. Þegar hann hóf þar störf sín var enn verið að fljúga á Katalína flugbátnum og mest allt utanlandsflug var frá Reykjavíkurflugvelli. Miklir vöruflutningar voru með fluginu og flogið á marga staði. Aðalsteinn eignaðist marga og góða vini og vinnufélaga á starfsferli sínum og oft var ánægjulegt að vinna þarna, mikil kæti og gleði þar sem vísurnar flugu allt og Aðalsteinn hrókur alls fagnaðar. Hann var afar vinsæll og farsæll stjórnandi, vel liðinn af öllu samstarfsfólki sínu, enda bar hann heill þeirra og flugfélagsins fyrir brjósti og margir sem þar unnu með honum og undir hans stjórn minnast hans með mikilli hlýju, kærleika og gleði. Hann var líka mikill félagsmálafrömuður, hann var virkur þáttakandi í verkstjórafélagi Reykjavíkur árabil, en það félag heitir nú Brú, félag stjórnenda. Hér sjáum við fánan þeirra, honum til heiðurs og þakklætis. Og reyndar þetta nafn ættað frá honum sjálfum. Hann lét sér mjög annt félagið, gegndi fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir það, svo sem í heimilissjóðanefnd, í trúnaðarráði, formaður styrktar- og minningarsjóðsnefndar,
í ritnefnd stjórnandans og ritaði fjölmargar greinar í blaðið og var hann gerður að heiðursfélaga á 80 ára afmæli félagsins árið 1999. Dalli var mikill og gallharður KR-ingur. Allt frá því að synir hans fóru að spila og leika með KR og stunda íþróttir þar, enda búsettur í Vesturbænum. Hann studdi félagið frá þeim tíma og var mikill og öflugur bakhjarl þess. Hann var einn af svokölluðum bakvörðum félagsins og studdi KR með ráðum og dáð við allt starf þess. Tók þátt í getrunastarfi þess allt fram á síðustu ár, skóf timbur í sjálfboðavinnu til styrktar félaginu og sinnti liðsstjórn í yngri flokkunum svo einhver dæmi séu tekin. Það til góð saga af því þegar KR var að leika bikarleik austur á Vopnafirði. Leikurinn fór í framlengingu og tæpt stóð með að liðið næði flugi aftur suður til Reykjavíkur, en hann bara tafði vélina svo liðið kæmist heim sama kvöld. Hann var oft bílstjóri hjá liðum sona sinna, fylgdi meistaraflokknum oft víða land á leiki til Akureyrar, Vestmannaeyja og heyrðist vel í honum í stúkunni, enda raddsterkur, mjög eins og við öll vitum. Átti þessa góðu, fallegu og djúpu rödd. Aðspurður sagði hann að þetta hefði allt gengið áfallalaust fyrir sig og að það hefði ekki verið nema í undantekningatilfellum sem hann hefði tekið þetta of nærri sér. En þá var hann að vísa í atvik sem var þegar hann fékk rauða spjaldið án þess þó að vera sjálfur á vellinum. Já, einu sinni fékk ég svo að segja rauða spjaldið hjá dómaranum í leik sem sonur minn var að spila í. Liðinu gekk eitthvað erfiðlega að fóta sig inn á vellinum og auðvitað formaður í framkvæmd því að kalla skipanir til sinna manna. Þetta var farið að fara í dómaragreið og hann notaði tækifæri einhverju sinni ég stíg hálfpartinn inn á völlin til að reka mig burt með stæl. Svona sagðist honum frá sjálfum og skemmtilegt og lýsandi er þetta fyrir ástríðu hans sem stuðningsmaður KR. Hér sjáum við fána. Enda fór þetta líka svo að hann fékk gullmerki KR fyrir einstakt framlag sitt og stuðning sinn við sitt sigursæla félag margra áratuga skeið og var það sannarlega verðskuldað. Í tómstundum sínum fékkst Dalli við margt. Hann las alla tíð mikið og var raunar mjög ungur orðinn læs. Hann hafði lært að lesa með því að lesa fornritin og það á gotnesku letri. Hann las og kunni Íslendingasögurnar allar og einnig ljóð, hann réð myndgátur og fann stundur meinlegar villur í þeim. Hann ferðaðist talsvert til útlanda og einkum til Glasgow sem var uppáhaldsborgin. Í einni ferðinni þangað var hann að sýna tollverði vegabréfið á flugvellinum í Glasgow. Þetta ert ekki þú. Og í ljós kemur að hann var með vitlaust vegabréf. Hafði óvart tekið vegabréf Guðrúnar dóttur sinnar. En í gegn komst hann samt. Í annarri ferð keypti hann sér dýrindi skó sem hann ætlaði að nota við smókingin sinn. Þegar heim var komið uppgötvaðist að þeir voru báðir á hægri fótinn. Einn svona hans gat og tekið með sér þá síðar og fengið skipt. Leifur minn, ert þú ekki að taka við núna? Orðinum við okkar hérna. Í einkalífi var aðalsteinn
einstakur gæfu maður. Þegar hann var 19 ára kynntist hann eiginkonu sinni, Gyðu Erlingsdóttur, en hún fæddist hann 25. nóvember árið 1929 og hún lést 16. nóvember árið 2005. Guð blessi minningu hennar. Þegar þau kynntust vann Gyða á Tjarnarbarnum og þangað fór Aðalsteinn að venja komur sínar og leið sína og það fór svo að þau trúlofuðu sig þann 7. maí 1950 en þau höfðu raunar vitað hvort af öðru nokkuð áður í nokkur ár þar á undan en Gyða hafði meðal annars verið viðstödd í Fríkirkjunni þegar að Dalli fermdist. Og það hafði atvikast þannig að presturinn í Fríkirkjunni hafði sagt við krakkana að þau skyldu vera við ferminguna og fylgjast vel með. Hjónaband þeirra var alla tíð farsælt og gott og þau voru samhent hjónin í öllu því sem þau tóku sér fyrir hendur. Þau bjuggu lengst af í Vesturbænum en fóru í útlegð 10 ára skeið að Rauðalæk eins og Dalli orðaði það sjálfur. En frá 2003 bjuggu þau hjón hér í Grafarholtinu í Þórðarsveignum. Þau bjuggu við mikið barna- og afkomendalán og eignuðust 5 börn. Elstur er Hjörtur Októ, dómstjóri, fæddur 27. febrúar 1952. Eiginkona hans er Hildur Jónsdóttir og eiga þau 1 son saman. Úr fyrra hjónabandi á Hildur 2 börn og með fyrri eiginkonu sinni Hafdísi Sigurbjörnsdóttur á Hjörtur Októ 2 börn og 3 barnabörn. Næst er Eygló sjúkraliði, fædd 28. október 1953. Eiginmaður hennar er Flosi S. Valgarðsson og eiga þau 2 börn og 6 barnabörn. Þriðja í röðin er svo Guðrún matartæknir, fædd 31. júlí 1955. Sambýlismaður hennar er Kamilus Birgir Rafnsson. Með fyrri eiginmanni sínum Gísla Líndal á Guðrún 1 son. Næst yngstur í systkinahópnum er svo Erling Ólafur ljósmyndari og kennari, fæddur 7. maí 1960. Með fyrri eiginkonu sinni Jóhönnu Ásmundsdóttur á hann 2 börn og 1 barnabarn. Yngstur er svo Gylfi Dalmann, dósent við Háskóla Íslands, fæddur 7. maí 1964. Eiginkona hans er Magnea Davíðsdóttir og eiga þau 3 börn og 3 barnabörn. En fyrir átti Gylfi 1 son með Gunnhildi Gunnarsdóttur. Beinir afkomendur þeirra hjóna eru því þannig orðnir 30 talsins og áttu þau ríka ást og kærleika og væntumþykju til þeirra allra og með öllum þeim fylgdist hann lífi þeirra og framgangi í lífinu öllu. Eftir lát Gyðu bjó Dalli einn hríð í Þórðarsveignum en árið 2006 kynntist hann Aðalheiði Bergsteinsdóttur sem þá hafði nýlega flutt þar inn og tókust fljótt með þeim góð kynni. Þau eignuðust gott og fallegt líf á efri árum og fóru að búa saman árið 2012. Þeim leið vel saman og gátu varið tíma sínum saman, notið hans, farið í ferðalög innanlands, sótt saman ýmsa viðburði og félagsstarf og voru ætíð samhent í því. Þau mættu til að mynda alltaf í bænastundirnar í Þórðarsvegi og voru mikilvægir hlekkir þar. Aðalheiður er fædd þann 31. ágúst 1929 og á 8 börn frá fyrra sambandi og alls eru afkomendur hennar orðnir 87. Dalli varð hluti af þeirri stóru fjölskyldu og góð saga er til af því þegar eitt barnabarna Öllu var við vinnu í útlöndum og er að spjalla við ömmu sína á MSN, sem einhverjir muna kannski eftir, og hún rekur allt í einu upp skelli hlátur. Vinnufélagarnir spyrja hvað sé svona fyndið. Hún svarar því til að hún sé að tala við ömmu sína og vinnufélagarnir verða hissa, áttu ömmu sem notar tölvu. Og ekki var undrun þeirra minni þegar hún sagði frá efni samtalsins, já, hún var að segja mér hún ætti orðið kærasta. Dalli varð fljótt hluti af fjölskyldu Öllu og hrókur alls fagnaðar í öllum samkvæmum og fjölskylduveislum
og var það í raun og veru í fullkomu samræmi við persónu hans. Hann stóð oft upp við ýmis tækifæri, fermingarveislum, giftingarveislum og svo framvegis og flutti tækifærisræður, enda prýðilegur ræðumaður og hefði sómt sér vel á opinberum vettvangi því hann var vel máli farinn og rökfastur. Ein tengdadætra hans orðaði þetta mjög vel: hvar sem 2 eða 3 eru saman komnir, þar flytur Dalli ræðu. Hann var mikill pabbi og afi, ljúfur og styðjandi við öll, lagði ríkt á við alla sína afkomendur að standa ávallt með sjálfum sér og fylgdist vel með öllum börnum sínum og afkomendum. Hann var verndandi og jafnvel stundum svolítið hræddur. Ef þau voru til dæmis að ferðast var hann vart í rónni fyrir þau voru komin á áfangastað og hann fylgdist til að mynda vel með sonarsyni sínum í fluginu þar sem hann fylgdist með í tölvu eða í iPad hvenær flugvélin væri lent og vissi nákvæmlega hvar hann var alltaf staddur út frá flugnúmerinu. Hann lagði ríkt að börnum sínum að koma sér vel við fólk og auðsýna kurteisi í hvívetna. Hann hvatti til menntunar og til þess að láta gott af sér leiða í lífinu og þannig var hann sjálfur. Í eigin persónu var hann ljúfur maður, glettinn og ákveðinn. Hann var drífandi og áfram í öllu því sem gera þurfti, koma hlutum af stað og viðhalda þeim, eins og til dæmis bænahópnum sem lengi starfaði í Þórðarsvögnum. Hann átti það til að vera stríðinn en það var alltaf góðlátlegt og meiddi aldrei neinn. Hann var mannasættir og farsæll í öllum mannlegum samskiptum. Dalli var mikill vinur okkar hér í Guðríðarkirkju og mikilvægur og öflugur máttarstólpi á upphafsárum þessa safnaðar og æ síðan. Þegar kirkjan hafði ekki verið byggð fór allt starf safnaðarins fram í salnum í Þórðarsvögnum og hann tók virkan þátt í því. Í því öllu kom fram sterk trú og trúrækni. Hann sá að raða upp stólum í salnum, sá bænahópinn og kom að ýmsu starfi safnaðarins frá stofnun. Hann var fyrsti meðhjálpari kirkjunar hér, Guðríðarkirkju, og studdi starfið hér með ýmsum hætti. Átti lengi sæti í sóknarnefnd og kjörnefnd prestakalsins. Hér kom hann á hverju vori, braut saman messuskrár fyrir fermingarnar. Hann gaf hingað gestabók sem notuð við eiginlega allar athafnir sem hér fara fram og sá reglulega það að koma og skipta út blöðum þegar þau fylltust og hafði meira að segja gert ráðstafanir og komið með nóga blöðum til framtíðar. Hann kom hingað og stjórnaði bingói hjá eldri borgunum og hér eru ýmsir munir og hlutir til messuhalds, til dæmis rauður hökull og rauð stóla sem ég er hér með, sem hann gaf til minningar Gyðu konu sína. Hér verður hans minnst í þessari kirkju ókomna tíð með hlýju og þakklæti fyrir allt. Við leiðarlok á langri og viðburðaríkri ævi sem spannar á 10. áratug er vissulega margs að minnast. Dalli lifði miklar og örar samfélagsbreytingar á öllum sviðum á ævi sinni og samfélagið er svo sannarlega annað heldur en þegar hann sleit barnsskónum sínum fyrstu. Allt hefur breyst í umhverfi mannsins, en þó eru staðreyndir og rök mannlegs lífs enn þau sömu og verða alltaf. Á kveðju stundu er allt hið góða og fagra sem líf Aðalsteins Dalmanns Ottossonar, kærs föður, tengdaföður, afa, langafa, sambýlismanns og allra sem honum tengdust, ástúðarböndum efst í huga. Við erum hér saman komin til þess að þakka fyrir líf hans, minnast hans, þakka fyrir það hvað hann var í lifanda lífi, allt hið góða og fagra sem innifalið var í persónu hans. Hans er hér minnst með hlýju, gleði og þakklæti. Mannlegt líf getur verið hverfult, á það erum við minnt reglulega og þekkjum flest af eigin skinni.
Heilög kristin trú bendir á að það er aðeins einn sem ræður og það er lítið sem maðurinn getur gert við því sem sá ákvaður. En eitt erum við líka, við sem viljum vera kristin líka minnt á. Það er fyrirheit Drottins vors eilíft líf í faðmi hans og þar munu engar þrautir, þjáningar eða erfiðleikar verða til. Og samkvæmt kristinni lífsýn og trú er jarnesk tilvera engin endir. Okkur býður eilíft líf í faðmi þess sem okkur öll tekur til sín að lokum. Og á meðan minningar vara í hjörtum og hugum ástvina og þeirra er til þekkja er dauðinn ekki til sem slíkur, enda segir Páll postuli á einum stað að dauðinn sé ekki framar til, unnin hafi verið fullnaðarsigur á honum. Við kveðjum Aðalstein Dalmann Ottosson í þeirri fullvissu og vitum að hann er genginn inn í það dýrðaríki þar sem hann hefur hitt öll þau sem honum voru kær og voru á undan farin. Við biðjum almáttugan Guð að helga og blessa allar minningar honum tengdar og vaka yfir öllum þeim sem hann var tengdur kærleiksböndum. Guð blessi minningu hans og varðveiti allar minningar í Jesú nafni. Amen. Ég hef verið beðinn að koma nokkrum kveðjum á framfæri. Aðstandendur Dalla vilja þakka af alhug, vináttu og hlýju sem Aðalsteinn Aðalsteinsson sýndi honum alla tíð. Ásbjörn og Arna í Hollandi senda sínar innilegustu kveðjur hingað í dag og þakka kærum afa fyrir allt. Hjördís Hjartardóttir á Írlandi sendir sínar bestu kveðjur með innilegum þökkum fyrir allt. Kamilus Birgir Rapsson sendir sínar innilegustu kveðjur. Þá er hér vinarkveðja frá Adda og Beggu með hjartans þökk fyrir ómetanlegar samverustundir á liðnum árum. Þau senda eftirfarandi vísu eftir Ingibjörgu Sigurðardóttur. Að eiga vin er vandmeð farið, að eiga vin er dýrmæt gjöf, vin sem huggar, hlustar, styður, hugreistir og gefur von. Hedda og Palli á Hofsósi senda sínar innilegustu kveðjur með þökkum fyrir góða viðkynningu. Og hér er einnig kveðjur frá Dísu og Daniel í London og Önnu, Emil og Láru litlu í Danmörku með þökkum fyrir allt. Þá vill Lovísa Guðmundsdóttir kirkjuvörður hér í kirkjunni þakka fyrir áralanga vináttu og samstarf sem aldrei bar nokkurn skugga á. Já, ljúflynd ykkar verði kunnugt öllum mönnum, Drottin er í nánd og friður Guð sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir í Jesú Kristi. Guði séu þakkir fyrir líf Aðalsteins Dalmanns Ottossonar. Amen.
Guð faðir í himnaríki, miskunna þú oss, Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss, Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss, nú lætur þú Drottinn minn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum, Ísrael. Við skulum biðja. Við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við oss skín, frá Drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Aðalstein Dalmann Ottosson frá þrautum og veitt honum hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hans var tengt ástúðarböndum, helga og blessa minningar þeirra allra og varðveit þau á vegum þínum. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felum mér í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Líður á dögum, léttir
Lofaður sé Guð og Faðir drottins oss Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, og af jörðu muntu aftur upprísa. Veit honum drottin minn þína eilífu og heilugu hvíld, og þitt eilífa ljós lýsi honum. Aðalsteinn Dalmann Ottosson hvíli í þínum eilífa og heilaga friði. Í Jesú nafni, amen. En drottin minn gefi dánum ró, en hinum líknir lifa, amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu auguliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen.